Nú er klukkan 5:54 sé ég. Ég er búinn að vera hérna í korter, 20 mínútur að klára prógramma fyrir daginn. Ákveða að breyta ákveðinni venjum að hætta að vinna. Þá er ég bara hættur að vinna daginn. Og í staðinn vakna fyrir á mótnana og klára alla þá pappírsvinnu sem það er að gera þá. Þannig að ég geti verið meiri tíma með fjölskyldunni á kvöldinni. Búinn að hella upp á mikilvægastu máltíð dagsins. Mjög gott kaffi þarna frá fyrirtæki sem heitir Four Sigmatic. Sem inniheldur sem sagt Cordyceps sveppi og tjaka sem bætir einbeitingu og með þess að gott kaffi og góðu pre-workout drykkur fyrir alvöru meatheads eða bara íþróttamenn. Been a while out for the weekend. Me, myself, and I, my 3 friends. Nigga feelin' broke it and leaped in. ASAP niggas finna sneak in. Finger to the grill it. Me and my niggas grill it. You know we finna kill it. ASAP. We the trillage. You don't really want that Glock, boy. You don't really wanna feel them shots, boy. You a B-boy, I'm a black boy. I'm a D-boy, I'm a hot boy. 6 shots got me feeling like pop, boy. Party all night, shit don't stop, boy. Drunk as fuck and I'm ready to fight. Ballin' for the night, fuck me and play light, boy. Wild for the night, fuck being polite. I'm going wild for the night, fuck being polite. I'm going wild for the night, fuck being polite. I'm going wild for the night, fuck being polite. I'm going. Velkomin í bónus þátt Fitness Tips. Eftir þátt 6, þar sem við fengum að fá hugmyndir hvernig við bæta okkur í uppbyggingum, þá hef ég fengið nokkrar fyrirspurnir frá þeim sem eru nokkuð góðir í uppbyggingum hvernig þeir geta bætt sig ennþá frekar. Svarið mitt er að við tökum max-reppin okkar og markvöldum með 2,5. Segjum við auðvitað að reiknistæminu að við séum með 10 uppbyggingar sem maxið okkar, þá erum við að tala um það að við réttum á höndunum og hakan fer svo yfir stönginu þegar við tókum okkur upp. 10 þannig steindauðar uppbyggingar. Sem þýðir þá að við fáum 225. Segjum við að æfum 3 í viku, þá erum við með 25 uppbyggingar á mánudögum, miðvikudögum og föstudegi. Sem þýðir þó ekki að við þurfum alltaf að framkvæma eitt og sér uppbyggingasett, heldur dreifir þessum uppbyggingum yfir æfinguna þína. Segjum að gera 3 uppbyggingar á milli til dæmis 5 hnébeygðsetta, þá ertu komið 15 uppbyggingar. Svo ferðu til dæmis í einhvers konar Romanian deadlift eða einhverja hamstring útgáfu, þá getur haldið áfram að gera 3 og svo 2 og þá ertu komið með 25 yfir æfinguna. Sem þýðir þá að við gerum þetta mánudögum, miðvikudögum og föstudegi, þá erum við 75 uppbyggingar sem þjálfunarmagnið yfir vikuna. Og ef við gerum þetta í 4 vikna fasa, þá erum við 300 uppbyggingar á þessum 4 vikum. Sem þýðir það, við erum búin að bæta voljúmi og ætti klárlega að geta bætt þig í uppbyggingum. En svo getur við líka sett upp í 4 daga splitti og þá ertu komið 400 uppbyggingar eftir 4 vikur. Ef þú ert nokkuð góður í uppbyggingum, þá til dæmis getur þú bundið á þig 5, 10 eða 15 kíló og sé hvað getur gert maxi reps með þann fjölda. Þá gerir það sama, sem á náðu 10, þá gerir við bara 8 eins, markvældar með 2,5 og svo bara fyllur þið inn í dagana að svo gerir þá bara þennan fjölda uppbyggingum yfir æfinguna þína. Ég vona að það hefur hjálpað, ég vona að innilega geti bætt ykkur í uppbyggingum, hlakka til að sjá og heyri í ykkur, takk fyrir. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Hit me. Hit me. I got the rap patrol on the Gap patrol. Foes that want to make sure my casket's closed. Rap critics that say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes and your zap with toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. The beat with radio. Þegar þú ert að vinna mikið með íþróttamönnum, þá er mjög mikilvægt að fylgjast með hvort að taugakerfið sé nokkuð að grillast eftir mikið æfingarmagn sem er mikið álag á íþróttaæfingunum og svo í gyminu. Maður sér það ofta að íþróttamenn koma hérna inn að þú veist, þeir eru bara gjörsamlega búnir, augun djúpt, sokkinn í höfðinu, rauðir í
augunum og svona og þá oft gott að mæla og sjá hvernig sem sagt taugakerfið responda. Ég með 3 aðferðir sem ég nota og sem líkast best, þá þarftu líka kannski svolítið að mæla á svona reglulega til að vita hvar þeirra staður Fyrsta mælingin, ég læt á fara hérna, ef ég veit stökkhæðina þeirra, ég læt á hoppa upp og ég reikna með því að þeir eiga að ná x mikið, en svo oft vil ég í þreytunni droppa stökkhæðin 10 cm fyrir. Þannig ef ég sé að þeir eru enga veginn nálægt því, þannig sem þeir eru að eiga að geta ná, þá þarf ég oft að gíra mig niður og breyta prógraminu og vinna sem sagt í samræmi við hvernig þeim líður þennan dag. Þótt að standa á blaðinu sem ég búinn að skrifa niður, þá þýðir enga veginn að ég þurfa að gera það ef þeir eru alveg grillaðir. Því þá fáum við bara ekkert úr æfingunni og þá bara frekar verða þeir með lélegri afkastagetu verða ennþá grillaðir sem einhver líkur á meiðslahættu. Önnur aðferð sem ég nota, það það að ég vil að þeir bara séu með skygglugum og þetta er líklegast ódýrast og einfaldast aðferðin og þeir að ýta eins hratt og þeir geta á start og stopp. Og ef þeir eru mjög hægir að stoppa, þá þýðir það að þeir eru grillaðir og þá þurfum við kannski hugsanlega bara að gíra okkur aðeins niður og fá bara systemi í gang, jafnvel bara að vinna svolítið í recovery æfingu. Þriðja og þægilega aðferð líka, það er það að mæla gripstyrkinn, en það er kannski ekki auðvelt fyrir hvert sem er að mæla hann því þeir eru ekki með kannski tækjum tól í það, en þá bara látum við kreista svona græju og sjáum hversu mikið kraft þeir geta myndað með hendinni og ef þeir eru langt frá því sem þeir geta vanlega þá er það líka merkt það þessu grillaðir og þá viljum við frekar eins og ég segi droppa álæginu. Þetta eru 3 aðferðir sem auðvelt að framkvæma og það er það að gera þótt til dæmis kannski ekki allir hafa aðgang að stökkmáttu þá getið þið samt hugsa til að mynda með appi MyJump bara taka mynda eða vídeo af hoppinu á einstaklingnum og ef hann enga veginn sem þeim á þeim sem sagt potential sem að vanlega næri hoppunum þá þurfum við svolítið að hugsa upp á nýtt hvað er að gera í dag. Það þýðir ekki bara að keyra einstaklinginn út, í stundum þarf að gíra sig aðeins niður og dílóta aðeins og þá klárlega aukast sem sagt afköstin á íþróttaæfingunni og svo í liftingæfingunni næstu að mætir. Ég vona að þetta sé eitthvað sem þið getið lært af og klárlega bætt inn í ykkar þjálfunaraðferð eða ykkar hugmyndafræði því að þetta klárlega getur bætt ykkur sem þjálfari eða getið lesið rétt í aðstæður.